Velkomin Júlíus. Takk fyrir. Hvernig er tilfinningin að vera að stíga frá borði í einu svona, getur við sagt einu þekktasta fyrirtæki á Suðurnesjum eftir 40 ár? Hún er svo sem bara ágætt, pínlítið undarlega en allt í lagi. Hann var 72 ára, komið tími til þess að hvíla sig og leyfa öðrum að taka við. Geflinu? Nei, leyfa starfsmönnum að kynnast ykkur öðru heldur en þessum sama að eilífu. En það er lítið bara tilhlökkun. Já, en svona aðeins bara, við förum í bakkum aðeins og hvernig lág leiðin þín til Hitaveitu Suðurnesja fyrir 40 árum síðan? Það var nú svo sem algjör tilviljun. Ég er náttúrulega fæddur hér á Suðurnesjum í Sandgerði og svo fór ég í háskóla í Reykjavík og var að vinna í Reykjavík og bjó í Hafnarfirði. En ég vildi koma hérna suður til aftur og rakst svo á auglýsingu þar sem var auglýst eftir skrifstofa fjármálastjóra á Hitaveitu Suðurnesja. Og ég leit bara á þessi tækifæri til að flytja á Suðurnesin. Þekkti ekkert, vissi ekki hvað Hitaveita Suðurnesja var eða raunverulega hvað þetta var og ekkert orkumál, akkurat ekki neitt. En tækifærið var hérna til staðar til þess að flytja og ég greip það og sé ekki eftir því. Nei. Og þú ert þarna fjármálastjóri fyrstu 10 árin og Hitaveitan er að þróast en svo bara ertu komin í forstjórastólinn 10 árum síðar. Já, eftir 3 ár þá breyttur starfstitlinum. Þá breyttur svo skrifstofi fjármálastjóri eða stjórnin í framkvæmdastjóri fjármálasviðs og Albert félagi minn var gerður af framkvæmdastjóra tæknisviðs og meðal annars var það til þess að gefa okkur aukið vægi. Við vorum svona hægt og sígandi að taka við þessar rekstri og eins og stærsta málið viðskiptum við varnarliði vorum við alveg með og þeir töldu að það veri svona meira að tekja mark á okkur hugsanlega í Ameríku ef við hétum einhverjir framkvæmdastjórar heldur en ef við hétum svona skrifstofustjórar eða fjármálastjórar. Stærri titlar á spjaldinu. Já, aðalega til þess að við verum svona margt tækjar, þeir væri ekki að tala bara við einhverjar undirtillur. Þannig að nú síðan þróaðist þetta þannig að við vorum svona í öllum meginatriðum búin að taka við daglegu rekstri þegar þetta breytti svo og svo. Þannig að það var ekkert eitthvað heljarstökk við að fá titilinn. Þú ert náttúrulega ekki þarna í upphæfi að Hitaveitu Suðurnesja en rifjað aðeins upp, þú þekkir söguna það vel, svona, ertu til að rifja aðeins upp söguna, hvernig þetta gerðist, hvernig var Hitaveita Suðurnesja til í rauninni? Og hvar byrjaði starfsemin? Það voru, á þessum tíma var seinni olíukreppan eins og var talað þá hækkaði verð á olíu upp á öllu valdi þarna tvisvar með stuttum millibili og olíuverð var að sliga almenning húshitunin og þá fóru 3 hitaveitur af stað, Akranes, Akureyri og Suðurnesja og þetta tilgangurinn var að reyna að gera þetta að þolandi kostnaðinn við húshitunina. Nú það hafði verið nokkur árum áður búin að vera jarðhitaleit hérna, var bora hérna í Keflavík og það var búið að bora upp í Svartsengi og víðar og menn leist best á að bora í Svartsengi til þess að búa til hitaveitu. Það var menn urðu fyrir miklum vonbrigðum fyrst þegar var borað því að eins og með þekktu Reykjavík, lágheitarnir þar, þá boruðu menn bara í jörðina og fengu vatn og það fór inn á kerfið og var laust. En svo þegar boruðu í Svartsengi þá fengu menn 243 gráður og seltan var 2/3 af sjó sem leiddi náttúrulega til óþolandi vandamála að þeim fannst á þeim tíma en skapaði svo mikla möguleika síðar svona eins og taka rafmagnsframleiðslu með og auka hagkvæmni í þessu en fyrst þurfti að leysa bara vandamál sem sem menn hefðu ekki átt við áður. Það er svona varmaskipti á svona heitum sjó. Já, en það voru komið svona svakalega heitt vatn upp úr jörðinni. Já, og þetta er nú ekki það heitasta, þetta sé 300 eða eitthvað á Nesjavöllum og þar en 243 var þarna og meiri selta heldur en annar stað þannig að menn eru að þróa þessa varmaskiptatækni. Fyrst það nú byrjaði á svona hvað kallu tilraunastöð þar sem að framleitt heitt vatn, það fór nú aldrei nefn í Grindavík en afloftunin á því, það má helst ekki vera súrefni í vatninu, þá tærist allar pípur og það gekk ekki nógu vel en þetta var að mörguleiti tilraun í skalanum 1:1. Það var byggð þessi tilraunastöð og svo lærðu menn eitthvað þar og fór ég að byggja Orkuver 1 eins og það var kallað í Svartsengi og þegar þeir voru hannaði með það, það var byrjað að hanna Orkuver 2 og þá sáum menn að Orkuver 1 var orðið úrelt þegar var hannað að byggja það.
En svo hafa menn verið að þróa þetta áfram síðan, að eiga við þetta, eftir þess að reynslan kennir mönnum. Já, þannig að þið voru að taka heitan jarðsjó og viltu svona segja okkur í stuttu máli notendum hérna á Suðurnesjamanum, hvernig fá Suðurnesjamenn heitt vatn og hvað gerðu þið síðan? Hvernig gerist þetta? Eins og sé, það var ekki hægt að nota þetta beint, klárlega ekki, og þá þurfti að hita upp bara ferskvatn. Og þá þurfti að finna vatn og það fannst þarna út í gjá sem kallað þarna mitt á milli Svartsengis og Fitja og það þurfti að bora eftir vatnið þar og flytja það til Svartsengis og svo að þróa þessa varmaskipta þannig að væri hægt að hita, sjóða vatnið, gera það súrefnisfrítt í orkuverinu og síðan það sendt út á kerfið og enn. Nú síðan, og hafa byrjað hann í Grindavík, festi í Grindavík var tengt hann fyrst, haustið held ég 75 frekar en 6 og síðan voru öll sveitarfélögin tengt hann með miklu hraði. Þannig að þegar ég byrjaði 82 þá var raunverulega svæðið full tengt. Nú enn í dag verið að nota það sama, það sem sagt ferskvatn sem hitað upp í Svartsengi, H.S. Orka sér það, en H.S. Veitur, þar sem ég starfa nú, tekur við í og dreifir því til notenda og selur það. Og það eru svona fullt af rekstramálum. Það má ekki hita kaldavatnið of mikið upp, þá fara að koma útfellingar í það, þannig að þetta búin að vera endalaust svona. Var nóg að köldu vatni? Það var eitt af því sem menn héldu upp að gæti verið vandamál, en ekki. Það búið að dæla upp úr Gjanni, telja að megi taka. Sem sagt varfærnisspáin megi taka 900 sekúndur í það, það þurfum 400-500 og svo vatnsveitan líka núna, þannig að menn hafa ekki áhyggjur af því. En það hefur frest af rigningu á Suðurnesjum og það sér ekki högg á vatnið, það dælt upp þessu magni og svona við borholundar þá kannski lækkar það sentimetr. Þannig sjáu þið þetta stöðuna? Það alveg fylgst með því, stærðan af vatnsborinu. Þetta svona linsa sem við kalla. Það svona, auðvitað ekkert eitthvað sem liggur ofan á, en það seltan ekst eftir þessi neðardrefur, en fyrstu 40 metrarnir eða svo af linsunni bara ferskvatn. Svo fer að koma aðeins meiri selta og svo endar það í sjó bara, ykkur niðri. Vandamálið hins vegar það ef það væri takmarkað, ef þú tekur 1 metur ofan af, þá kemur seltulagið upp 10 metra, held ég minni rétt. Þannig að það verður að fara varlega með þetta, en þetta hefur ekki verið neitt vandamál en samt þarf að hafa það í huga, þetta ekki alveg endalaust en nálægt í, svona allavega fyrir þessar þarfir sem það á að þjóna. Það sem sama vatnið raunverulega í heita og kalda krananum hjá fólki. Bara búið að sjóða það sem í heita krananum, en það kemur úr sömu lindinni. Það kalda vatnið tekið upp og það soðið og fer út sem heitt og náttúrulega sem kallt líka. Og svo líka, Þannig að þetta úr sömu lindinni vatnis úr báðum. Ég sagði fyrst að menn hefur verið fyrir miklu vonbrigðum þegar það kom í ljós að þetta var 243 gráður og ekki hægt að nota þetta beint. En þá reyndist það heppnið þegar menn fóru eða heppilegt þegar menn sáu fram á að þetta var það mikill hiti og það var hægt að vera með bæði hitaveitu vatnsframleiðslu og rafmagnsframleiðslu. Hitastigið skapaði það, þá kom gufan sem notuð til þess að knýja raforkukverla og svo þegar hitinn og þrýstingurinn fellur þá það notað til að hita vatnið. En það olli erfiðleikum í upphafi af því það var ekki eins einfalt, hitaveitan var ekki eins einfalt en í heildina þetta náttúrulega miklu hagkvæmara. Já. Þannig að þið eruð að nota þetta 250 gráðu heita vatn? Já, við notum það bæði þess að framleiða, eða bæði þess að framleiða heitt vatn eða hita upp kalt vatn og búa til heitt og til þess að framleiða rafmagn. Þetta græn orka? Já, hún það. Það eitthvað smá, það náttúrulegt á jarðhitasvæðum, það kemur alltaf eitthvað smá koltvísýringur. En það eitthvað sem kemur hvort sem úr jarðhitasvæðum eins og ef það gufar upp úr þeim. En það bara brota því sem væri öðruvísi. Þannig að umhverfislega séð hefur náttúrulega þetta alla tíð verið talið vera stórkostlega auðlind að sé hægt að nota þessa aðferð við að í svona mikla orku. Það það bara. Þetta bara grænt alveg. Já, gerist ekki grænna. En svo við höldum nú aðeins áfram.
við spjöllum við í Víkurhöndum í janúar 1995, höfðu kosið mann ársins, því að það gekk svo vel í Hitaveitu Suðurnesja sem að þarna var nýbúin að fagna 20 ára afmæli og Hitaveitan var lengi kallað Óskabarn Suðurnesja. En ég ætla að svona spyrja því, við spurðum því af hverju þetta gengi svona vel. Ég ætla nú að giska og þú bara munnir það henni. Nei, ég ætla nú ekki að segja það var rétt og fletti því ekki upp svona. En þetta náttúrulega, það hjálpaði ýmislegt að. Þetta var hagkvæmt að framleiða þetta kostakjað, það hjálpaði. Nú svo fengum við sem var lykilatriði, fengum mjög stóra viðskiptavin strax. Varnarlega á Keflavíkurflugvelli var að taka meira heldur en allar byggðirnar í magni og samningarnir sem voru gerðir við það voru hagstæðir þannig að þeir voru að borga yfir hærra verð. Það voru hérna miklu snillingar sem að önnuðu samningagerðina þess að byrja með. Þóroddur T.H. Sigurðsson sem var í stjórn og vatnsveitustjóri Reykjavík á þeim tíma og svo Benedikt Blöndal hæstaréttarlögmaður, svo voru svona menn með þegar fyrstu samningarnir voru gerðir og herinn vildi ekki borga fyrir mínútulítur eins og voru hérna niður frá, þeir vildi borga fyrir einhver olíu í jafngildi þannig að þeir væru raunverulega að borga jafnmikið fyrir vatnið eins og það hefði verið olía. Ekki spyrja mig af hverju þeir vildi þetta. En það reyndist okkur mjög vel, sérstaklega þegar olíukreppunnar kom og þetta hækkaði allt og svo var önnur heppni hérna á sínum tíma þegar það var svona greiðslur til 10 ára og á þeim tíma var ég held að Carter hafi verið hérna forseti í Bandaríkjunum og það kom hérna eitt ár þar sem að verðbólgan í Bandaríkjunum var 10%. Og á sama tíma voru menn að semja og samþykktu þá að greiðsluröðin hækkaði þessa til þess að hún væri verðtryggð þetta árlega næstu 10 árin. Þannig þið voru að gera 10 ára samninga? Já, eða svona ákveðna greiðsluröð fyrir sömu þjónustu. Já. Ef það væri akkúrat þessi hús áfram næstu 10 árin, þá verði þetta upphæðin á ári. En sem sagt, og svo náttúrulega fór verðbólgan í Bandaríkjunum niður fljótlega eftir þetta. Og svo var þetta þá bundið í dollunni líka sem að hjálpaði mjög á uppbyggingatímanu, þá fengum við, þurftum að taka minni lán og gátum nota dollarna bara beint í að greiða. Já. Það þurftum við undan þá til þess á þeim tíma, var svona gjaldeyrishöft en við kríðum út heimild til þess að eiga dollarna og ef við notum þá bara í að greiða kostnað og borga lánum. Þannig að kaninn, varnarliski herinn, hann var að hjálpa Hitaveitu Suðurnesja mjög mikið. Hann hjálpaði mikið og líka að byrja á svona, þegar varst að byrja starfsemi að byrja á svona, að fá svona stóran viðskiptavin. Þá hann hefði borgað allt eins sko. En þá er það mjög stórt atriði. Venjulega er þetta kannski að byrja og svo stækkar þetta smá saman og viðskiptin aukast en það kom mjög sterkur punktur strax sem hjálpaði mikið en það var ákveðin heppni í þessu og svo stóð hann þessi vel og svo lentum við í að fylgja þessu eftir við Albert þessum samningum við þá. Já, Albert Albertsson, samtalsfélaginn til áratuga. Þannig að þú komst inn á daginn í smá hófi þegar að það hefði verið svolítið sérstakt að eiga við Bandaríkjamenn í þessum samningum. Hvernig getur lýst því fyrir okkur eitthvað í stöttu máli? Þetta þurfti alltaf að fara til fórum yfirleitt alltaf til Bandaríkjanna. Það var einstakar sem var verið haldið fundi hér því að þeir sem voru hér yfir á vellinum, þeir komu hérna yfirleitt 2 ár í einu. Og þegar þeir voru farnir að vita eitthvað hvað máli snerist, þá voru þeir sendir heim og kom ykkur annar sem vissi ekki neitt. Þannig að það varð að fara hérna út alltaf og semja við á þar. En þetta var mjög sérstakt, svo aftur enga penninga, það voru til NATO-móni en ekki maintenance móni, þetta var svona allt flokkað í hólfum, þetta var svona öðruvísi, en það var ekkert þetta kvart yfir svona. Gekk vel samt. Gekk vel bara, já. En þeir vissu náttúrulega, eða ekki að þeir voru að borga miklu hærra gjald heldur en við hérna niður í bæ. Já, en það var kannski munað ekki eins miklu á svona þegar þeir voru að horfa á reikningin hjá sér, á mínútulítir, hjá mér og þér. Þá kom ofan á þetta söluskattur held ég á þeim tíma, frekar en virðisaukaskattur og eitthvað svona, sem var ekki hjá þeim. Þannig að við fengum það. En þeir sáu bara hvað almenningur var að borga og það var ekkert mikið þar og þeir vildu alls ekki að það væri til umræðum það að þeir væri eitthvað niðurgreiddir eða að þeir dekkuðu ekki sinn kostnað. Vildu raunverulega borga örugglega samanverð en ekkert alltaf á svo. Nei. En svo í framhaldinu þá
kemur rafmagnsframleiðsla hjá okkur og það talað hérna eins og þú nefndir hérna daginn í loka hófi fyrir þig að raforkuframleiðsla sé mjög hagkvæm þarna með að raforkuframleiðsla með framleiðslu á heitu vatni sé hagkvæm. Já, ég verð að segja það hægt að nýta þetta þá mismunandi hita og þrýsting. Já. Sama vökvann þá tvisvar. Já. Það mjög hagkvæmt og En í viðtalinu þarna sem við tókum við 95 þá talar að þið hafi sérstaklega verið að hugsa atvinnulífi og það á 10 árum hafi raforku lækkað alltaf 50%. Já, gerði það mjög skart og enda svona fyrirtæki sem er að hluta með einkaleyfi, það náttúrulega er fyrst og fremst til þess að reyna að lækka kostnaðinn hjá fólkinu. Þess vegna var hitaveitan stofnuð því olíukreppan gerði þetta allt of dýrt og síðan var rafmagnið mjög hátt til þess að byrja með. Það var rosalega viðhaldsfrekt allt þetta þegar við tókum við rafmagnið 85. Það var allt í henglum, getum við sagt. Já. Það rafmagnið hafi farið 20.000 af í janúar 86. Þannig að það fór mikill peningur í það, en svo þegar það fór að minnka, þá var reynt að láta það koma fram í gjaldskrá. Já. Og það var hægt og þegar við saminuðum svo öðrum veitum, þá lækkaði strax hjá þeim. Já, en það sem gerist að rafveitur á Suðurnesjum, þær fara inn í hitaveitu Suðurnesja. 85 þá var ákveðið að það voru 6 rafveitur hérna á Suðurnesjum. Í hverju sveitafélagi fyrir sig og svo var Rarik með línurnar sem lágu hérna frá Hafnarfirði hérna suðureftir og þeir ráku líka dreifikerfið í Höfnum. Það var reyndar keypt sápartur hérna Rarik hlutinn en hitt rann inn í hitaveituna frá Sandgerðigarði og Grindavík, Sandgerði og Reykjanes og Keflavík og Njarðvík. Þetta voru allt reikið sem pínulitlar rafveitur með tilheyrandi viðbótarkostnaði og svo náðist náttúrulega bullandi samlegð þegar að þetta var saminað. En þá sem sagt fórum við á fullt í rafmagn og endurbyggingu og vorum að því hérna næsta áratuginn eða svo. Það var engin atvinnuleysi á þeim tíma. Nei. Í þessum bransa. Og þið hefjið raforkuframleiðsla hitaveitunar samkvæmt því sem ég sá á heimasíðunni hófst í apríl 78 í litlu mæli en 20 ára síðar er hún orðin veruleg í Svartsengi. Og til viðbótar komu svo 30 megawatt árið 2008 en árið 2006, 2 árum áður, þá opniði Reykjanesvirkjan. Hvað var búið að vera að vinna að því í langa tíma? Kannasvæðið og... En svo kom fram í hófinu svo, þegar ég byrjaði þá voru 8 megawatt framleiðsla í Svartsengi, 2 1 megawatt vélar og 1 6 megawatt. Og fljótlega komum við með ormatvélar sem voru keyptar frá Ísrael, þóttu nú ekki vinsælt á þeim tíma. En sem voru 7 1,2 megawatt eða 8,4 og svo kom 30 megawatt orkuver og svo annað 30 megawatt. Þannig að þá vorum við konur í eitthvað 75 megawatt í Svartsengi og svo var ráðist 2004 að hefja virkjun á Reykjanesi. Má segja undirbúningur að nýtingu jarðhitans og það var búið að vera að nýta jarðhitan þá lengi á Reykjanesi. Það byrjaði að bora ég sem krakki fór í skólaferðalag söðureftir eitthvað tímann fyrir 1960 eitthvað og þá voru borholur og eitthvað svona en ekki mikið nýting. Já. Og síðan var saltverksmiðjan á Reykjanesi, hún byggði á þessari nýtingu á jarðhita og útfellingu á salti úr vökvanum. Nú síðan gekk sá rekstur nú frekar illa, þessi nú svo sem að bjargunum einu sinni tvisvar, síðan var ákveðið einhvern 87 minnum með það hafi verið að hitaveitan kaupir 90% hlutabréfanna eða það sem ríkið átti í félaginu. Saltverksmiðjunni. Ja, saltverksmiðjunni og bætti svo, jók svo hlutaféð til að gera loka til þess að fá þetta til þess að ganga. Og síðan var farið að bóra og reyna allavega í mínum huga af því nú takmarka trú verði játa það saltvinnstunni en hins vegar var þetta aðgangurinn að jarðhitasvæðinu sem var sem sveitarfélögin reyndar áttu og
og þá hófst svona þessi undirbúningur að svo var saltverksmiðjan endilega hætt rekstri og þá fara menn að huga að hérna, stóru virkjun á Reykjanesi og sem var svo ákveðið að verið 100 megawatt og byrjaði að bora 2002 held ég og 2004 var ákveðið að fara í virkjun og sem var svo gangsett í maí 2006 og enn í gangi og það var nú verið að bæta við 30 megawattum þar held ég í nýrri lágþrýsti virkjun núna nýlega en þetta var langur aðdragandi 100 megawatt var dálítið stórt þrep það minnaði ekki miklu á vélarstærðunum en það er dálítið áraun á jarðhitasvæðið sem hefur svona verið á mörkunum en þá vorum við konur í 170 megawatt og nú verður þeir svona svo hefur þetta aðeins dalað en þeir eru heldur komnir aftur í 170 núna með þessari 30. Já, og nú var þetta undir HS Orku sem að svo ef við, já, einmitt. En aðeins áður hvað er svona þín skoðun á svona hversu mikið er að virkja á Íslandi? Svona hafandi verið í þessum bransa? Ég finnst að ég að virkja náttúrulega ekki Gullfoss eða eitthvað svoleiðis en hérna það er eitthvað sem ekki á en annars er að virkja og nýta þessa hérna, auðlind sem við höfum. Við getum virkjað græna orku í miklu mæli og þá nýtt það í eitthvað starfsemi sem annars væri notað eitthvað kolakynt eða gasorkuver eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við höfum bera ábyrgð á því gagnvart umheiminum að þetta sé nýtt. Það verðist vera svona blandað dálítið mikið saman, hvort þetta tala um umhverfismál eða loftslagsmál. Svo blanda menn þessu saman í sama orðinu. Umhverfismál það klárlega loftslagsmál finnst mér að virkja. En svo getur verið að segja ekki alltaf umhverfismál eða raskar ykkur í umhverfinu. Svo verða menn að vega og meta hagsmunina en klárlega menn að halda áfram að virkja og miðað við það sem er markmiðin sem settur í orkuskiptunum. Þá náttúrulega það bara óhjákvæmilegt. Þó ég hef nú heyrt hugmyndir að loka bara einu álver og eitthvað svona, þá held ég að slíkt sé nú bara mjög óábyrgt tal að láta sér þetta slíkt í hug. En er þetta ekki búið að koma svolítið sterkt í ljós núna á meðan það eru orkuversin í Evrópu og að við erum að allt annað stað á Íslandi? Já, við njótum góðs þá að því leiti að vera ekki tengdir, að það er ekki sama. Já. Eins og menn voru að tala um á sín tíma, ég held að sé nú allir flallir frá því í bíli allavega. Að tengjast Evrópu? Með strengjum þá myndi verða sama orkuverð, það myndi. Eins og verðið er í Evrópu, þá myndi menn bjóða náttúrulega bara í það hér og það verður erfitt að taka upp að vera með samkeppni orkubransanum og segja sem menn mætti ekki selja á hæsta verði. Þannig að en á meðan við erum svona og höfum þá frekar nýtt í að flytja orkuna út í gegnum framleiðslu af einhverju vöru og álega nú svona oftast nefnt en það eru fleira sem er hægt að nota til þess að flytja orkuna út óbeint. Suðurnesjalína 2 er búin að vera heitt mál undanfarið. Ertu eitthvað tjáðið um það? Já, mér finnst náttúrulega bara galið að þetta skuli voru að þvælast fyrir 12-14 ár og fráfarandi bæjarstjóri í Bóvanum sagði mér að hann var í 3 kjörtímabil í 12 ár held ég og ég held að sá sem var á undan honum hætti meðal annars út af rifrildi Suðurnesjalínu 2 og nú er hann hættur og komin enn og málið er ekki á betri stað heldur en hann var þá. Þannig að þetta lagaumhverfi greinilega gengur bara ekki upp að þó að allir vilji nú að sveitarfélögin hafi skipulagsvaldið að öllu valdi fylgir ábyrgð og ef menn ekki fara af ábyrgð með það vald sem mun falið þá náttúrulega allar líkur á eitthvað verið gert og þess vegna eins og hefur verið talað um að koma á einhverju svona þegar það eru framkvæmdir sem liggja mörg sveitarfélög og þá verið eitthvað sér aðferðafræði við það. Það get ekki bara eitt sveitarfélag ráðið öllu. Nei, en svo kom nú upp hérna fyrst þegar að byrja að tala um þetta, þá vildi eitt sveitarfélag eða lína væri alveg upp undir fjöllin hérna, svo fór nú að gjósa þar reyndar og Anna vildi hafa það niður við þjóðveg og þetta hefði verið mjög skrítin lína í laginu, sko, þetta hefði átt að vera þannig að það verði að vera eitthvað svona fyrir ofan þetta en auðvitað reyna að ná sáttum svo hægt er en. Það er verið að tala um að þetta sé einhverjir landeigendur sem að stoppi þetta, veistu það? Ég veit að þetta er náttúrulega bæjarstjórnin í Vogum sem samþykkir ekki skipulagið þannig að með beina hættinum það bæjarstjórnin, ég veit ekki hverju róa svo undir. Nei.
og það ljóst að þeir hafa verið í vandræðum gagnvart einhverju landeigendum með eignarnám á landinu undir þetta eða fá landi leigt undir þetta. En hérna, það ekki að stranda á því held ég í bili, það fyrst og fremst bæjarstjórnin í Vogum. Já. Við getum mikið talað við þig hérna eftir 40 ár hjá Hitaveitinu og HS Veitum að það svona hefur vakið athygli samstarf þitt og Albertssonar samstarfsmanns þíns, hugsjónamaður og röksemdamaðurinn, þið tveir, og var þetta svona drauma samstarf sem við getum sagt að Hitaveita Suðurnesja hafi orðið jafn framsæki fyrirtæki og raun ber vitni og reksturinn alla tíð í góðu lagi. Var þetta mikil samvinna hjá ykkur? Við vorum náttúrulega mjög náið saman og þessi svona bara persónulegi vinnir utan vinnutíma, þannig að það var mikið spjallað og þurfti ekki endilega að vera á skrifstofunni. En þetta var bara mjög farsælt og gott að vinna með Albert. Það smá jobb stundum að hanga í löppunum á hann þegar hann flýgur sem hæst. En hérna, þið voru á svona, eins og maður segir, hugsjónamaðurinn og röksemdamaðurinn, þið voru ólíkir en þið hefur gert mjög mikið saman lengi. Já, svo bara þegar hann fekk svona einhverjar hugmyndir, þá ræddum við það bara og það farið yfir það og menn eru bara rökstuð á það sem þeir voru að tala um og eru dvitið eða ekki og áður en við fórum að stað með einhverja tillögugerð til stjórnar eða eitthvað. Það var bara einstaklega farsælt og mikil heppni fyrir mig. Gaman fyrir því að hafa svona frjóan mann með þér. Já, ég þóttist nú ekki, reyndar hann verið alveg ófrjór. Nei, alls ekki. Það var alveg klárt, ég keppi ekki við Albert. Nei, en þetta gerist bara í sterkum samstarfi ykkar tveggja, náttúrulega mjög mikið. Stórpartur af þessu. Já. En hérna, þú hefur orðað þér fyrir að þekkja allar stærðir og tölur og allt annað sem við kemur rekstri fyrirtækisins sem við vilja meina sé nokkuð óvanlegt hjá forstjóra fyrirtækis á þessari stærðargráðu. En hvernig hefur þú farið að þessu? Er þetta meðfæddur hæfileiki eða meðvituð ákvörðun að vera djúpt í öllum málum? Þú komst meira inn á þetta sjálfur í kveðjuhófinu þínu daginn milli jóla og nýjárs. Já, ég hef... Og erum puttan í öllu? Ég hef alltaf haft gaman á tölum og reikningi strax sem krakki. Þannig að og var svo skrifstofu og fjármálastjóri og svo framkvæmdastjóri fjármálasviðs. Þannig að ég þurfti að vera á kafi í þessu öllu og má segja að ég hafi haldið því áfram þó ég hætti sem slíkur. Og var svo sem, get ég sagt þess vegna til þess ætlast því að sem dæmi þegar að ég hætti þá sem framkvæmdastjóri fjármálasviðs, þá var ákveðið að auglýsa ekkert sérstaklega eftir viðskiptafræðingi staðinn fyrir mig, af því ég væri nú þarna. Já. Þannig að menn svona viss alveg, ég myndi aldrei Þú myndir ekki sleppa fjármálunum? Sleppa af þessu höndinni, sko. Þannig að en svo bara hefur það verið mín trú að ég hef gert mikið sjálfur, kafað í þessu. Mér finnst ég fá miklu meiri tilfinningu fyrir hlutunum að gera þetta sjálfur, taka saman einhverjar skýrslur og rapporta. Þannig að sem að ég ekki vissum allir gerir. Ekki allir forstjórar að vasast þetta í. Þeir eru með fjármálastjóri í þessu, Júlíus. Ég veit að, en þetta ekki stór mál, sko, það sem segja mig, hvernig gerir þú þetta? Þetta 2-3 tímar í mánuði. Að taka saman svona tölur og þegar maður gerir þetta sjálfur, það bara allt öðru sem að fá skýrslu og lesa, allavega fyrir mig. Þess að ég innréttaður. Nú þetta búið að vera svona, hvað getur þau sagt, óskapátt Suðurnesja, fyrirtæki í svona samfélags, Suðurnesjamenn eiga hafa átt þetta fyrirtæki og sem að þetta hefur verið tengt pólitíkinni, þannig að það hefur verið stjórn í fyrirtækinu sem hefur komið í gegnum pólitíkina og ég þykist vera nálægt því að stjórnarmenn sem að þú hefur, stjórnarformenn og stjórnarmenn sem að þú hefur þurft að vinna með séu 12 á þessum tíma og frá mismunandi aðilum manna. Hvernig hefur þetta gengið? Já, sko, ég byrja bara upphæðinu. Þegar ég byrjaði, það voru 5 í stjórn, 2 frá ríkinu og svo 3 frá 7 sveitarfélögum sem skiptust á að vera með stjórnarmann. Svo fóru þeir upp í 12 2001 þegar þetta var sameinað og þá komu nýjir eignaraðilar, Hafnarfjörður, Vestmannaeyjar og svona. Þá voru þeir í rúmt ár, 12 alls, af því að það þurfti allir að hafa fulltrúa og svo voru þeir náttúrulega misstórir, þannig að Reykjanesbær eða Keflavík þurfti að hafa 3 og úr þessu var 12 manns, en þetta var nú bara í 1 ár, sko. Já, 12 mannastjórn. 12 mannastjórn, sem að svona í prinsipinu, ef þú ert með svona stóra stjórn, þá var náttúrulega ræður forstjórinn bara öllu. Já,
það er bara, hún næri aldrei einhverju samstarfi, en hins vegar held ég að það hafi verið mikil gæfa fyrir fyrirtæki frá upphafi, sérstaklega þegar maður fylgist með svona kollegunum í öðrum fyrirtækjum að pólitíkin hefur aldrei verið inn á borði hjá okkur. Maður tekur sem dæmi, ég held að sé alltaf að nefna þessum í Reykjavík, þar sem að þar sitja borgarfulltrúar og er rífast pólitík á borgarstjórnarfundi eða borgarráðsfundum og svo faraður upp í Orkuveitu og halda áfram að rífast. Hjá okkur hefur þetta ekkert verið þannig og það er kannski út af þessu eignarhaldi sem hefur verið að það voru þarna öll sveitarfélögin og þetta var til skiptis. Það var engin einhver einn meirihluti sem menn voru að rífast. Byrjuðu nú að vera bæjarstjórarnir sem voru í stjórninni. Þannig að það hefur ekkert verið neitt svoleiðis og það hefur bara verið sátt það að vera bara pæli í Hitaveitu Suðurnesja. Já. En ekki. Já, það hefur verið eining svona fyrirtæki mjög lengi. Já, eða nær alla tíð. Ég held að þess vegna að sé þetta. Það hefur ekkert, það var þarna smá þrásum það hvort þetta breyta í hlutafélag. Plóðstu eitt hann og sameinast Hafnarfirði, menn töldu það sem er ekki gott og ég skildi alveg sjónarmiðin, en hérna var ekki sammálaður. En eins og segi, þetta hefur verið mikið, held ég, gæfa fyrir fyrirtækið að vera bara, stjórnin hefur bara verið einhuga það allan tíman að hugsa fyrirtækið og ekki vera með einhverja hliðarhagsmuni eða þá að ná höggja á einhvern annan pólitískan andstæðing í stjórninni. Þetta var ekki þannig. Hvernig voru viðbrigðin að fá svo inn einkaaðila í stjórn í gegnum eignarhald sem ekki var opið? Það var svo sem, það hefur bara, allavega ég ekkert annað en bara mjög gott það að segja. Þeir byrjuðu náttúrulega að gera svona eiganda samkomulag sem að ég hef verið miklu hræddari sem einkaaðilinn. Þú veist að það voru dæmi þess að ekki hjá okkur en hjá öðrum svona fyrirtækjum að gjaldskráin var lækkuð áramótin fyrir sveitarstjórnarkosningar og hækkuð svo aftur eftir sveitarstjórnarkosningar eitthvað svona og þeir gerðu bara svona samkomulag sín á milli, þarna eigandi samkomulag að þetta yrði bara rekið eins og fyrirtæki og allar svona öll svona pólitísk leikfimi væri bara ekkert með, það væri ekki hagsmunir fyrirtækisins. Þannig að það styrkti bara þetta sem hefur verið allan tíman að hérna menn eru bara að hugsa fyrirtækið og þá viðskiptavinni þess í leiðinni. Hitaveita Suðurnesja byrjaði, það er orðið mjög langt síðan að hitaveitan byrjaði í nokkurs konar útrás, getur við sagt, eða ekki? Jó, þetta var sem sagt Suðurnesja fyrirtæki alfarið. Já. Þangað til 2001 þegar var sameinuðust Rafveitu Hafnarfjarðar og þessu var breytt í hlutafélag. Nú árið eftir kom Bæjarveitur Vestmannaeyja og svo 2 árum seinna rafveituhlutin í Árborg og síðan hérna Vatnsveitan í Reykjanesbæ og Vatnsveitan í Garði og hérna þannig að þetta var og það var nú byrjað að stefna raunverulega eitt orkufyrirtæki fyrir allt Suðurlandskjördæmi. Það gekk nú ekki eftir það var svona hugmynd og var keppt að því á ákveðnu tímabili, gekk ekki alveg en þetta gerðist þó sem að styrkti mjög veitustarfsemina og hjálpaði mikið til þegar þetta var þegar svo var skipt upp svo 2008 að þetta var svona ágætis eining orðin veituhlutin. Annars hefði þetta verið bara brota af hérna Hitaveitu Suðurnesja í heild sinni ef að þetta hefði ekki verið útvíkkað veitustarfsemin. En svo gerist það að einkaaðilar koma inn í þetta, sérst að HS Orka er seld til einkaaðila. Hefði það verið heillavænlegra eða fyrirtæki hefði verið áfram rekið af opinberum aðilum og ég meina að maður har heyrt þetta mikið gegnum tíðina hérna að það hefur verið mistök að selja Hitaveitu Suðurnesja? Já, þau hafa nú öll alveg, sko, það hefur ekki verið tekið saman hérna hvað sveitarfélögin hafa fengið mikið pening út úr þessu öll saman. Það eru milljarðar. Vestmannaeyjabær seldi sinn hlut þarna 2008 eða eitthvað svoleiðis og hafa búið við þokkalega fjárhag síðan. Ég veit ekki hvað Reykjanesbær er búin að fá marga milljarða, þeir eru allmargir í gegnum tíðina. Sem að hafa þá væntanlega verið varið í einhverju verkefni sem verður frekar sveitafélags heldur en ef það annarkvort hefði ekki fengið þetta þá hefur annarkvort ekki gert eitthvað hérna fyrir íbúana og eða þá verið skuldsettar en þeir eru í dag. Ég held að menn svona gleymi kannski að horfa á það. Þetta var ekki eins og þetta hefur verið gefið
vantaði mikið á það. Já. Nú fyrir sveitarfélagin var þetta raunverulega fundið fé því að þegar Hitaveita Suðurnesja stofnuð í upphafi, þá ég held að stofnframlagið hafi verið 50 milljónir gamlar á þeim tíma, það var nú búið að bæta við taka 0 síðan en ég veit ekki hvað þetta er, einhverja 100 milljóna á núvirði. Og þannig var fyrirtæki fjármagnað og svo með stofnframlögum notenda, tengigjöldum og lánum. Þannig að það sem að þessi sveitarfélagi hérna lögðu í þetta, það var ekki mikið. Nei. Þannig að fyrirtækið vaxið sjálft getur Já, raunverulega bara með þjónustu tekjum í gegnum tíðina. Já. En síðan sérlega er þetta að fá fyrir þetta stórfé sem er fínt fyrir þá. Nú eins og segja einkaaðilarnir og annað sem kom upp hérna þegar þetta var selt eins og HS Orka ef þetta hefði verið í einkaeigu, í opinberri eigu áfram, þá hefði aldrei verið hægt að gera þessa hluti alltaf, virkjanirnar og allt það því að þá hefði þeir þurft að skuldsetja sig eða raunverulega vera ábyrgir í stórum stíl og ekki bara, fyrirtæki væri miklu minna. Það var spurning hvort þú vilt hafa lítið fyrirtæki sem sveitarfélaginu eða opinberlega eða stórt fyrirtæki öflugt sem þá að hluta í eigu hérna einkaaðila. Og fyrir okkur hefur þetta heldur bara verið, fyrir HS Veitur hefur þetta bara verið plús. En geturðu aðeins sagt okkur frá hvenær þessi skipti verða á Hitaveitu Suðurnesja? Það voru sett lög hérna vorið 2008 í maí sem kvað á að aðskildi einkaleyfi starfsemina sem þá HS Veitur og samkeppnisstarfsemina sem framleiðsla og sala á raforku. Og við vorum langfyrstir það var svona mikill vilji hjá eigendunum að gera þetta strax. Og 1. desember 2008 þessu skipti upp í HS Veitur og HS Orku. Og síðan fyrst voru þeir nú rekin saman, ég var forstjóri fyrir bæði í 5 ár, rétt rúm. Nú síðan fluttu þeir af Brekkustígna þar sem aðalstöðvar beggja voru, eitthvað 2017 og upp í Svartsengi, voru búin að innrétta sig þar. HS Orka. HS Orka. Já. En hérna sem að fékk nýjan forstjóra eftir 5 ár. Ásgeir Margeirsson tók eins og forstjóri hjá HS Orku þarna þegar ég hætti þar og varð alfarið forstjóri HS Veitna sem að var ágætt. Þetta var orðið dálítið víðfemt hérna þegar þetta var líka orðið svona. Já, þannig að þú varstu sáttur? Ég var alveg sáttur, ég reyndar var ekki alveg sáttur, þetta var dálítið knúið fram á Orkustofnun sem sagði að það væri eiginlega hægt að það væri sami forstjóri fyrir einkaleyfisfyrirtæki og samkeppnisfyrirtæki. Og ég svo sem stíl, þá röksemd alveg en stíl ekki alveg af hverju sama gildir ekki hérna hinn orkufyrirtækin því að þeir eru bara tekur hérna Orkuveita Reykjavíkur, Norðurorku, Rarik, þá þessi aðskilnaður sko sem var lögskipaður að mínu mati ekki komin nema hálfa leið illa það sko. En það annar að fylgjast með því en mitt. En viltu útskýra svona fyrir okkur íbúunum hvernig þessi skipting birtist okkur á HS Orku og HS Veitum? Það eiga flestir að vita þetta en viltu útskýra þetta? Já, sem sagt, HS Orka náttúrulega framleiðir rafmagn og heita vatnið fyrir okkur og reyndar kalda vatnið líka. Og við erum alfarið háðir HS Orku núna með heita og kalda vatnið. Rafmagnið kemur bara, eða viðskiptavinir ákveða hvað þeir kaupa rafmagnið og HS Veitur bara komaði til þeirra, dreifaði til þeirra, við gerum ekki annað með rafmagnið. Þið veitið þessu áfram, dreifið þessu? Já, þess vegna þetta kallað veitu starfsemi. Við sjáum að komast til notendana og selja vatnið og kalda vatnið og heita vatnið en við seljum ekki rafmagnið. Það ykkur rafmagn, getur Orka Náttúrunnar, HS Orka eða Fallorka eða whatever. En við erum ekki í því og megum ekki standið að selja raforku. Og meirihluta eigandi í HS Veitum til dæmis Reykjanesbær með 51% ef ég maður rétt eitthvað það, eða ekki? Það vantar kommu í það. Það vantar kommu, 50,1. Já, 50,1, já. Allavega þannig að það meirihluta eigu Reykjanesbæjar. Það í lögum að svona veitufyrirtæki eins og okkar verður að vera meirihluta eigu opinberra aðila. Og þess vegna getur Reykjanesbær ekki selta einhverjum einhverjum. Það getur bara selta opinberrum aðilum nema hinir fari út. En í dag þetta svo HSV eignarhaldsfélag sem á 49,8% og svo Suðurnesjabær 0,1%. Það bara 3 eigendur og 2 náttúrulega í meginatriðum. En það eru einkaaðilar inn í þessu náttúrulega
með þetta. Í þessum 49,8% annað sem að HSV fá, þá eru einkaaðilar með svona 4-5%. Já, það ekki meira. Hitt eru lífeyrissjóðir. Lífeyrissjóðir, já. Þannig að þetta er rauninni algjörlega í opinberri eigu. Já. Lífeyrissjóðir eru ekki skilgreindir sem opinber aðili. Nei, reyndar ekki. Þó að manni finnist það, en þá er það ekki skilgreint sem slíkt. Þannig að þetta er 49,8% eru talin í eigu einkaaðila eins og þetta er. Þannig að finnst þér svona þegar þú horfir núna tilbaka nokkur ár í þetta skiptu upp, finnst þér þetta að hafa tekist vel? Já, þetta er náttúrulega, það verður meiri, hvað segja, fókus, ef maður má sletta þess, á svona starfsmenni eins og veitustarfsmenni og fann það hjá sjálfum mér. Því að þetta er svona öðruvísi, það er alltaf miklu meiri svona eitthvað glamúr yfir framleiðslunni, virkjunum, þetta er eitthvað svo stórt. Öll verkefni eru miklu stærri þar heldur en hérna í veitustarfseminni. Hún siglir svona hægt og rólega og á að gera með sitt og reynir bara að tryggja að fólki fái vöruna sem það þarf. En hitt er svona meira glamúr, en þetta var orðið dálítið svona tvistráð og svo þar með voru að skoða möguleika annars þar. Við vorum að bora í Tröllatingi og víðar og svona, þá fór þetta að verða erfitt að halda utan um þetta. Og ég vil vera með puttan í þessu sem kom fram áðan og ef mér er falið að sjá eitthvað, treyst fyrir ykkur, þá vil ég geta svona treyst í að ég veit hvað ég er að segja. Það hefur náttúrulega orðið mikil tæknileg þróun náttúrulega á öllum þessum árum. Já. Í ykkar starfsemi. Þú varst aðeins að sýna okkur þarna, þannig að þið getið séð nokkuð auðveldlega hvað eru bílanir eða eitthvað slíkt sem var nú kannski ekki jafn auðvelt að sjá í gamla daga. Nei, það sást ekki neitt. Það var ekkert, menn bara vissi að það var slökkt og rafmagnið úti og svo var byrjað að fara í afveitustöðvarnar og setja inn einhverja spennustöðvar og sjá hvort það héldi og ef það hélt þá var bílinn einhverstaðar lengra frá og verður bara að svona feta sig áfram. Ég held að Grindavíkurlínan hafi farið út 20.000, ég man ekki hvort ég var búinn að segja í janúar bara. Og þetta var þannig að varnir voru lélegar. Ef það bilaði eitthvað þá fór yfir allur skaginn. Það var ekkert svona rofar að slá ykkur út. Þannig að þetta var óboðleg þjónusta með öllu þarna árum saman. Þetta hefur aukist, nú er þetta meira svona, mannanna verk. Aðalviðsynni núna eru snjómokstustæki að móka í burtu götukössum og eitthvað svolítið í leiðinni og eitthvað. En það er ekkert stórt, en þetta er orðið mikið allt annað umhverfi hvað þetta var það. Við getum náttúrulega ekki verið að spjalla við því hérna öðru svona náttúrulega að ræða hvernig stærsta ferðaþjónustu fyrirtæki Íslands verður til Bláalóni sem náttúrulega verður til í rauninni út af starfsemi Hitaveitu Suðurnesja í Svartsengi í Grindavík. Já, það er. Og þið eru þarna, Hitaveitan er þarna aðili að rekstrinum í nokkur ár, eða ekki? Jú, það var hérna, eins og Saga segir, þá kom Valur Margeirsson hérna fyrst. Íbúi í Keflavík? Íbúi í Keflavík kom hérna, var að berjast við psoriasis og hafiði frétt af svona vökvi og hjálpaði til við það og hérna... Og þetta var vökvi frá virkjunni sem var affallið út í raunnið? Þeir var búin að nýta það til þess að var búin að taka úr því, nota þetta sem heitir vatn og framleiða rafmagn, þá fór það út í lónið þarna 70-80 gráður 90 en svo hríslaðist þarna hraunið og þá fór þetta niður í svona vera ekki allstað, það var engin hitastýring á þessu þá. Það var hættulegt þannig að gátu verið svona lænur og bollar sem voru sjóðandi en hann fekk að fara þarna á ný og líkaði vel og þetta hafði áhrif á hann og þá komu psoriasissamtökin og fleiri og svo sáu ferðaþjónustaðilega sér hagið því að fara í þetta og við buðum út hérna aðstöðuna og það komu hérna einkaaðilar að því og rákuð í 2-3 ár og síðan lagði Grindavík bara áherslu að komast að þessu. Nú endanum kom þessi hópur sem að svo tók við rekstrinum og hefur verið með hann síðan. En svo þótti mönnum eðlilega þessi aðstæða þarna ekki boðleg til lengdar, það var hætta þarna á engin hitastýring og ef eitthvað hefði komið fyrir í orkuverinu þá hefði þess vegna geta komið stórar guðsur á einhverjum sjóðandi heitu og spurning hvað hefði verið hægt að vara fólk við. Þannig að menn eru sammála um að það er að gera eitthvað í þessu og flytja það og breyta og geta haft meiri stjórn á
svona lykilatriði við þessu hitastig og þá var ákveðið að byggja hérna á sínu stað og það gekk nú ekki mjög vel hérna svona til þess að byrja með að fjármagna þetta og endanum gerðist við þarna mjög stór hluthafi og svo sem áttu þá mjög stóran þátt í að þessi nýja aðstaða var byggð hreinlega. Það var svona verk Hitaveitusauðurnesja en hún ætlaði ekki að vera í þessu svona, það var ekki. Þá ertu að tala um nýtt húsnæði Bláalónsins sem opnaði 1999. Já. Núverandi aðstæða sem náttúrulega búið að bæta á við og stækka á allt það en það sem var opnað 99, þar voru við mörguleyti primus motor í að koma því á koppinn og hérna en svo átti Hitaveitusauðurnesja 33-4% ennþá í hérna fyrirtækinu hérna þegar við uppskiptin 2008 og þá var það hérna var það eftir hjá HS Orku. Það var lagaumhverfið svona veitustarfseminni eins og HS Veitur þannig að við megum bara gera það sem lögin segja við eigum að gera. Þú veist, það ekkert annað sem þannig að við megum ekki vera að reka baðhús eða gera eitthvað annað, bara ekkert annað. Þannig að eignin í fyrirtæki Bláalónu fór yfir til HS Orku? Þeir eru svo skipt upp, þá var teknar allar eignir, þetta frá HS Orku, þetta frá HS Veitur og þetta fór á HS Orku og hérna síðan held ég að þeir hafi, svo við ykkur uppskipti núna síðast, þá sé það ekki lengur í HS Orku en lífeyrissjóðir hann eitthvað þeir voru að skipta þessi eitthvað séu. En þetta hefði mjög tæplega orðið eitthvað líkt því sem það er án þess að Hitaveitusauðurnesja á þeim tíma hefði ekki tekið af skarið. Þannig að voruð þið talsveit inn í þessari uppbyggingu hérna 99, segja það? Já, við vorum hérna í stjórn við Albert Báðir og hérna, þetta var mikið að vera. Já, þannig að það hefur hjálpað til að þið voru Hitaveitusauðurnesja sterkur aðilega þarna inni. Já. Fjárhagslega séð, ekki síst. Og svo svona ýmis vandamál sem Albert tók þátt í að leysa eins og stýringin á vatninu, hitastig og öðru slíku, hvernig átti að gera það þarna. Kútarnir sem þú sér þarna, en það var reyndar kom frá varmaverk, en hann varð svona leið tæknilegur ráðgjafi að því leyti sem Og þetta upphafað að í auðlindagarðinum á Reykjanesi sem eru mörg fyrirtæki á Skaganu sem að nýta, hvað að segja, afgangsorku, eða ekki? Já, og svona, það það sem þetta gengur út á. Albert átti nú þetta nafn auðlindagarðin en það þannig að það einhverjir rakstraumar sem ekki eru nýttir eins og þetta að sjórinn var látinn bara renna hann út í hraun og beðið eftir að hann síslaðist niður í hraunið eða gufað upp og enginn nýtti það. En svo var hægt að nýta það í baðstað og það eru svona atriði út á Reykjanesi líka þar sem verið að nota til þess að þurrka fisk og fiskeldi. Fiskeldi núna, það kælisjórinn á Reykjanesi sem hérna var bara hent. Hann fer núna í fiskeldi, þess að prinsipið á bakvið að nota eitthvað sem væri hent. Og Albert náttúrulega svo háflegur, hann segir að það ekkert til sem heitir hérna ónýtt, það er að henda, þetta það sem þér verðlaustur verðmæti fyrir einhvern annan. En við erum búin að koma við Júlíus, hvað svona eftirminnilegast á öllum þessum árum? Ég held að sé nú aðeins búin að pæli því hérna og pældi því þarna fyrir hófið. Það ekki eitthvað eitt sérstakt, þetta náttúrulega bara byrjaði hérna í 30 manna fyrirtæki og 8 mega eftir rafmagni og hérna Suðurnesin og svo það bara hægt og sígandi búið að stækka byrja 170-80 megawatt og 170-80 manns í heildina þannig að þetta hefur verið bara svona sígandi. Þetta kom mikið út úr þessu þegar maður var hérna í kringum virkjanir mikil ferðalög oft til Bandaríkjanna og Ísrael þar sem við keyptum túrbínur og eitthvað svona, þannig að maður búin að fá að skoða ýmislegt í gegnum þetta en öðru leyti hefur þetta bara verið svona ekkert eitthvað eitt sem að toppar allt annað. En þegar þú hugsar svona tilbaka, við erum ekki með hitaveitu hérna fyrir 40-50 árum síðan og vorum að nota olíukyndingu á hús og annað. Þú kemur reyndar inn í fyrirtæki eftir að það svona, flest hús á Suðurnesjum sem eða heimili eru komið með hitaveitu. Manstu eitthvað eftir þessu eða veistu hvernig voru svona viðbrögð íbúanna að fá inn svona, miklu betri hitagjafa inn í húsið?
Það var náttúrulega kallað eftir þessu, sérstaklega þessum voru með olíu. Það er enda síðust árin fyrir stofnun hitaveituna hafði rafkynding aukist og það var ekki svona sama, ekki kallað jafn mikið eftir því hjá þeim. En öðru leyti var þetta bara eitthvað sem allir biðu eftir. Losna við olíuna og kittilinn og óþrifin og leiðindin í kringu það og fá þess í stað rennandi heitt vatn og fínt og lott. Þannig að það var bara fagnandi og einu sem tók þetta ekki inn strax voru þá svona einstaka sem voru konum með raforku. Það var gat verið dálítið kostnaður að taka þetta inn, leggja kerfið í húsið eftir á og það var svona, ég tók þátt í að setja hitaveitu í eitt hús þar sem var rafkynnt áður og þetta var hellingsvinna. Já, það var þó nokkur vinna og þó nokkur kostnaður í sjálfu sér, leggja allt nýtt. En það er út að segja það að það hafa orðið gríðarlega mörg afleitt störf í kringum hitaveitu Suðurnesja, HS Veitur og HS Orku náttúrulega á 40 árum. Já, það er miklu með þjónustu samninga við ýmsa verktaka, sérstaklega jarðvinnuverktaka. Við hefum alltaf haft þá stefnu, við erum ekki sjálfur að eiga einhvern vélaflota og eitthvað svoleiðis til það. Þannig að það eru þó nokkur aðilar og svo er náttúrulega iðnaðarmenn og allt slíkt. Píparar, rafvirkjar og allt þetta. Og náttúrulega verkfræðingar og hanna þetta alls saman og slíkir. Og kannski þess vegna sumir lítið meira hjá HS Orku eða í dag. Í dag, já. Þeir eru svona stærri framkvæmdum. Já. Það verður allt stærra hjá þeim heldur en okkur. Já. En hvað tekur svo við núna við starfslok? Já, það er að losna frá þessum gulu og rauðu viðvörunum alla daga eins og var í sólina eins og síðasta vetur. Og var stefnir ég núna, það er bara fer bara eftir 2 vikur núna til Flórída og verði í tæpa 4 mánuði. Spila golf alla daga og meina svo vona maður bara heilsan endist en og allt það, en það er svona. Hefur þú viljað vinna lengur? Nei, ég ákvað þetta sjálfur. Já. Það var engin þrýstingur á mig frekar á hinn veginn en kannski svona ég talaði nú alltaf að ná 40 árum sem að þýtti það var sem náðust 1. október síðastlegin en svo má segja að síðasti vetur hafi nú alveg gert útslagið að vera í rauðum og gulum viðvörunum í 3 mánuði eigandi hús út í Flórída. Ég gat bara ekki boðið konunum minn upp á þetta þó ég veri svona þver og þrjóskur að vilja að vinna og hafa gaman að því. Ég gat ekki grándað hana lengur þannig að það var enn þess að segja, ég kveður bara mjög sáttur. Já. Þú spilaði fótbolta með Reyni í Sengirikanlanda og ég veit að þú ert mjög mikill áhugamaður mennska boltan og sérstaklega mikill stuðningsmaður Tottenham Hotspur og það laumaði því að mér góður maður að þegar Keflavík lék við Tottenham í Evrópukeppninni 1972, 71, þá fór mikið af stuðningsmönnum Keflavíkur út og þú varst í þeim hópi en góður maður sagði mig það að þú hefur haldið með Tottenham í þessum leik. Það sjálfsögðu. Það var nú þá var nú nýlega ég held ég hann ekki eins og verið fluttur í Keflavík 71, ég byrjaði 72. Já. Og það var nú eiginlega metnaðarmál í Sandgerði þegar ég var að alast upp að þekkja sem fæstaði í Keflavík sem breyttist nú þegar maður flutti í Keflavík þannig að fara að halda með Keflavík á móti Tottenham var bara eitthvað sem var ekki myndinni sko. Nei. Þetta var eitthvað 160-70 mann sem fór með, ég veit ekki hvort ég var svo einu sem held með Tottenham, en allavega ég frétti ekki af öðrum en var kallaður föðurlandssvikar af einhverjum. Var það ekki? Jú. Þú varst ekkert að leina þessu? Nei. Fagnaði öllum mörkunum, þeir voru komið 9 þá fannst mér það kannski verið orðið nóg. Þá var þetta orðið salt í sárið. Já. Tottenham alltaf risastórt lið þarna, Englandsmeistarar. Já. Hann fór 6-1 á Laugardalsvellinum fyrir leiku. Þetta var bara. Já. Góð ferð. Já, þetta var fín ferð. Þetta var nú mín fyrsta utanlandsferð sko, reyndar líka. Já. Farið í viku, þetta var svona alvöru að fara á einn leik í viku. Já. Fóru á fleiri leiki? Sáum ykkur að 3-4 aðra leiki þarna, allavega þessir mestu áhugamennir. Já. Var full flugvél sem að fór út? Já, var bara leiguflugvél með áhugendur og sóttir aftur eftir viku. Og hvernig stóð því að þú dast í hérna? Bara af því að var Tottenham. Já. Það var ekkert annað. Þá var maður það gæti ekki verið að halda með Tottenham og mæta ekki þegar þeir voru. Nei, nákvæmlega. Þetta var frábært. Ég hafði nú þá trú reyndar að
þeir hefði alveg getið unnið miklu stærri 9-0 sko, í leiknum. Það var einn þarna gömul keppa, Alan Gilsín var þarna. Hann klúraði dauðafæri og það var púað á hann. Ég held að hann hefði verið búin að gera 3 eftir 5 mínútur. Þannig að ég held að hann bara ef þeir hefðu áhuga eða huga á þessu þá. En auðvitað var þetta bara þægileg gönguferð fyrir þá. Já, akkurat. Glæsilegt, Júlíus, takk fyrir spjallið. Sömuleiðis.